leið og þú setur hindranir í vegi fyrir framþróun að þá hægir ekki á henni, þú drepur hana og það hættan. Þetta ekki það að ef þetta minna hægja á hlutum Evrópu, heldur ef þetta heldur áhrif sem horfir, þá smá saman bara verða ekki ný tæknifyrirtæki á þessu sviði til í Evrópu. Þetta meira svo það slæmt að þegar Apple kemur með Apple Intelligence, þau biðu með að koma með til Evrópu, eins og þau vissi ekki hvort þetta stangast á reglugerðunar. Alveg eins og farsími breytti ansi miklu eða borðtólan breytti heilmiklu. Ég held að gervigreindin sé stærri en allt þetta til samans. Ég held að það sé ekki leiðin ekki að kæfa þetta eða að stoppa þetta eða einhvern veginn að keyra þetta út af brautinni. Bæði vegna þess að held ég missum bara af ávinningnum, en þá mun líka bara önnur svæði í heiminum halda samt áfram og þá missum við bara af. Tækifæri fyrir okkur að nýta gervigreind til að vera margföldun áhrif á okkur sem þjóð eru óendanleg. Þannig að við erum í príma stöðu til að hlaupa með þessa tækni í samblandi við allt annað sem við gera og geta vaxið margfald á við aðra þjóður. Gummi, kærlega velkomin. Takk fyrir að hafa mig. Saga Guðmundar Hafsteinssonar. Ég fékk þessa bók senda og Snorri skráði, Snorri Másson, og ég fékk hann að senda. Vissir reyndar ekki hvort það væri frá þér eða honum eða hverjum það væri. Nei. Ég sendi á þig fljótlega eftir ég var byrjaður. Ég var pínu stressaður út af því ef ég hefði ekki fílað hana, þá hefði ég sagt þér það núna. en mér fannst hún í alvörinni tala góð og út af því að ég les aldrei svona, bækur, svona sjálfsævisögu bækur. En þetta ekkert tilfinningin mín að ég eftir að hafa lesið þetta, að þá finnst mér eins og það er tilfinningin mín af þér, að þér finnst það sem þú eru upplifað merkilegt, en þér finnst kannski ekkert sjálfur, þér finnst ekkert þú sjálfur vera mjög merkilegur. Er það rétt? Þetta ekki eitthvað orðið fyrir þetta, hóvarði. Jú, það er það, En hún er ekki uppstríluð, þetta ekki eins og þetta þvingað upp á þér. Nei, og ég held að sé meira að það sem kannski endurspeglast í bókin einhver leiti þegar þú vísið þetta að mér finnst kannski ekki sérstaklega þægilegt að tala sjálfa mig. Að segja frá einhverju, alltaf að segja frá sögum og svona, og það er áhugavert þegar við vorum að vinna í þessu bóki og Snorri, frábær samstarf, að hann þurfti stundum að draga svolítið hressal upp á mér og veiða og vera maður finnur fyrir því og hann sendi mér oft skilaboð, aðeins meiri þetta, meiri lit þarna, aðeins að tala meira þarna og ég held að fyrir viki vonandi bókin nær að slá hann þráð með það að vera áhugaverð en ekki samt eitthvað út í kú, ég veit það ekki. Nei, en þú, eins og segja, þetta hefur verið merkileg vegferð hjá þér og þú hefur snert á stórum hluta Siri sem allir þekkja, komið við alls konar verkanum hjá Google, verkanum hjá Apple, bara víðsvegar á öllum þessum stærstu fyrirtækjum heims og einmitt í svona ákveðni vöruþróun á þeim fyrirbærum sem að við einhvern veginn tökum sem sjálfsögðan hlut sem að hefði þótt óhugsandi fyrir bara 10 árum. Það sem ég vil kannski byrja á bara því að við ætlum ekki bara að einbeita okkur á bókinni. Mér langar líka að læra aðeins meira en ég mæli aftur á móti með því að fólk tryggir sér eintak þó svo að það sé ekki kannski almennt hrifið af sjálfsögðusögum og því að hún er ólíkari heldur en þú veist, það er rosalega lítið ég í þessu, það er svona færri ég heldur en kannski flestum. Hugafærið, þú hefur tamið þér ákveð hugafar sem að byggir á því að svona óhræddu við að prófa nýja hluti sem að hefur að gera með svona, hvað ég var að segja, fyrstu kynniðin af Commodore 64 þar sem þú sást svona ólíka möguleika í svona mismunandi stöðum. Er mikilvægt að sinna leiðilegri vinnu til að finna vinnu sem maður elskar? Vá, þetta það. Byrjum með höföldarspurningunni. Ég tala bara frá minni reynslu hvernig ég upplifið þetta og það sem ég keyrði mig áfram og minnist á að vera óhræddur við að prófa hluti og allt þetta meira það sem samnefnar öllu sem ég að gera þarna. Ég fekk mjög snemma áhuga því að leysa vandamál og gera eitthvað sem að myndi vonandi gagnast einhverjum og það svona rauður þráður sem að þar liggur runni áhugi minn og ég heldur runni sama hvað vinnum maður í
að þá þarf maður alltaf að gera einhverja leiðilega vinnu, þú sleppur aldrei það sko, þú ætlar að byggja eitthvað fallegt hús og það er samt að grafa skurðin þó það sé hund leiðilegt, annars er ekkert hús og þannig þetta verður maður að gera það en til að rauninni finna sinn farveg hvað sem það sem það verður að vera einhver svona, það þarf einhver eldur í miðinni og minn eldur í miðinni var alltaf bara mér langar að finna upp hluti og vonandi bæta heiminn, ég fann það mjög snemma. Já, þú segir hérna á blaðsíðu 60 á sama tíma og ég lærði að hræðast ekki stór verkefni að hrökkva ekki tilbaka af ótta við eitthvað að fara úrskeiðis í ákveðnum tilvikum þarf bara að rjúka af stað. Alls ekki að vera of varkár því að þótt að hlutinir fari í skrúfuna og komast yfirleitt flestir heilir frá borði. Án þessara reynslu hefði líf mitt líklega þróast á annan veg. Ég líti ekki tilbaka til þessa tíma og hugsa hvað aðrir hefðu átt að gera betur eða öðruvísi svo að niðurstaðan hefði verið betri fyrir mig. Ég reyni frekar að draga lærdóm af mínum þætti í þessari atburðarás, ég hefði vitaskuld ekki hugmynd hvað ég var að gera. Og það var svolítið það sem ég upplifði í þessari bók, það sem að þú varst einhvern veginn að hoppa á milli. Þú hefur fundað með Mark Zuckerberg, Eric Schmidt og öllum þessum stærstu aðalum, Steve Jobs meðal annars. Hvernig hérna, þegar þú ert í þessum aðstæðum, hvernig er viðmótið? Mismunandi, þú talar þannig að Mark Zuckerberg hafi verið svona ómannlegur á einhverju stórum hluta. Steve Jobs hafi verið svona ákveðið stífur, það hafi verið svona stífara viðmót hjá Apple heldur en hjá Google. Hvernig hérna þegar maður er í svona samræðum með svona stóra aðala, hvernig undirbyrðu þig? Hvað gerir þú? Hvernig undirbyrðu mig sig? Það er svo sem alveg bara eins og maður gerir alltaf þegar maður mætir á þessu fundi, maður er bara það sem maður er að ræða, maður er bara tilbúin með það að tala það. Það er ekki þetta að undirbúa sér sérstaklega til að hitta þess aðala og í sumum tilfellum þarna þá hitti ég þá óvænt eins og fyrst sem hitti Steve Jobs þá bara er ég á fundi með reyndar Eric Schmidt og Larry Page og fleirum og svo bara tilviljun er Steve Jobs mættur á fundin líka þannig að þá var ekki þetta að undirbúa eitt eða neitt sko, það er bara, maður fær svona smá net sjokk sko, en það sem að held ég fólk gleymir alltaf í þessu og þetta öll þessi nöfn og það er áhört að vita hvernig persónleikar þú minnst að Mark Zuckerberg og hann svona það sem ég varst áhvert sko, hann verið þjálfari í það að líti upp reglulega og opna augun og horfi í augun en svo leit hann alltaf niður aftur. Þetta var svona eitthvað pattern hjá hann sko, og ég tók mjög vel eftir því sko, þannig að það er áhvert að horfa hvernig einstaklingar eru en það sem er líka maður þarf bara að minna að segja að þetta er bara fólk og þegar maður byrjar að tala við að þá er þetta bara fólk með skoðanir og vill bara ræða hlutina og vill heyra hvað maður hefur að segja og þegar bara kemst yfir þannig hjall sem er mjög erfitt að þá verða samtölun oft bara frekar ekki sé auðveld en þau verða bara frekar eðlileg, maður er bara að tala vegna þess að þarna er oft fólk komið sama sem hefur áhuga sem hlutum, verða að pæli sem hlutum og með sama hvata að reyna einhvern veginn að vinna í hlutum og gera betri þannig að þarna, eins og segi, þetta var svona kannski aðeins alltaf áhugavert að hitta svona fólk og vinna með þeim en þetta er líka bara fólk, ég veit ekki, þetta er eins kjánulega það kannski hljómar. Já. Hvernig hérna, ég mitt múin að vera, og það sem var alveg áhugavert í þessari bóka, ég tengdi út af því ég bjó sjálfur í Bandaríkjunum og var aldrei á vinnumarkaði. Nei. En það er öðruvísi viðmót á svona íslensku vinnumarkaði heldur en erlendis. Já. Ég hef oft hugsað svona af hverju þetta stafar, tala við líka fólk sem vinnur kannski í Skandinavíu, þá er alltaf að tala það, ég er kannski sækjum stöðu sem að kannski 1000 aðrir eru að reyna að ná í líka. Hérna er þetta svona, er þetta ekki sonur Gunn? Litla Ísland. Já, Litla Ísland. Hérna, út af því að þegar þú sóttir svona mismunandi stöður, hvernig var hérna, þegar þú fórst í Google og þar fjallar það að hafa verið svona ákveðið svona létt viðmót en samt sem að það er erfitt að komast inn. Já. Hvað hérna, ef að einhver er hérna hlusta á þetta sem að langar að vinna í þessum geira og horfir á þetta bara svona reisastóra fjall sem er algjörlega svona klímalegt. Hvað myndir þú segja við þessa mannesku? Sko, það sem að ég lærði rauninni fyrir eitthvað fljótt í gegn þegar í náminu og það er mikið þetta skoðað fyrir nemendur og pæli og hvernig sækir og allt þetta og það sem að maður átt að segja það sem að er rosalega mikilvægt í þessum þegar maður sækjum þessum fyrirtækjum að þetta er svolítið eins og fara í próf þú undirbýrði alveg, þú lest allt sem þú getur fyrirtækið, eða þú ert að stefna einhver ákveðna deild, þá kynnur alla vörðunum sem eru í gangi, reynir helst að vita hvaða fólk er að vinna hvar
og jafnvel lesa til reynslu annar að fara í gegnum ferli, þannig að fyrsta fasin það er bara svakalega heimavinna og veist, og ég bara bæði hjá Google og sem líka sótt í með Amazon og maður bara fór í það að kynna sér fyrirtæki miklu dýpara heldur þó maður finnst maður þekkja, maður mætir ekki bara kaldur sko. Og þannig það var svona kannski það sem maður komið svona mest á vart, hitti svo ferðin og veist, eins og hjá Google á þessum tíma þá fór ég í það eru 2 símaviðtöl fyrst til að tjekka hvort sér verið að fljúga mann til Kaliforníu til að mæta staðinn og svo þegar maður stendst þessi 2 símaviðtöl þá var maður flogin inn og þá var það heill dagur af kannski 6-7 viðtölum og hérna að þá ertu að hitta oft fólki sem þú ert að fara að vinna með og þá, veist, það sem ég fann og ég held að það sem að small mjög vel hjá Google að ég var ekki að reyna að einhvern veginn að sannfara þetta fólk að ég var svo frábær heldur það endaði sem alltaf samtal bara, veist, hvað eru að gera og hvað eru að þróa og maður er svona tilbúin að bara eiga svona eðlilegt samtal hvað er eðli starfsins. Þannig að ekki detta og mikið í innan ham að vera nú ætla ég að selja mig og einhvern veginn samfara allir með að ég sé frábær heldur bara að geta rætt eins og þetta og ég kemur inn og ég var svo heillar að því hvað þau voru öll sem tóku viðtölum voru alltaf bara en við hugsa svo mikið notandan og ég var bara það er frábært og þá var þetta að tala það bara já, veist, og hvernig fer maður að því að hugsa notandan og þannig að þarna þegar maður er með alla vitneskinu og kann alla saman og undirbúin þannig en svo kemur inn að bara veist, þetta er kjánar, það er svona furðulegt kannski að segja þetta, en vera maður sjálfur sko. Ég fann það eftir sem ég var meira ég sjálfur og bara nýtti mér undirbúningin þeim betur gegn mér. Já, og þú berskjaldaðir aðeins sanna í sögunni, þar sem að þú meðal annars talar það að þú hefur kannski gert eitthvað sem var ekki til eftirbreytni og talar það að þú hefur sagt við ákveðina sem aðla sem voru í teiminuðin í vöruþróun að það væri tímaþröng þegar hún var ekki til staðar og svo komst upp þig það og hérna ég veldi fyrir mér sko áður en við förum það er mér langar rosalega mikið að tala svona tækni framtíðarna við þig út af því þú kemur aðeins svona stórum hluta inn á það samt við gerðum greint í lokin en til að klára svona atvinnu fyrirkomulagið sko á Íslandi hvernig þú kemur aftur til Íslands þú hafðir unnið eitthvað á Íslandi og þú stofnaðir hana Dímon sem við örgulega ræðum eftir hvernig er fyrirkomulega öðru það sem mér var svo merkilegt er að þú hafðir rosalega mikið sannað þig á Íslandi en svo einhvern veginn þegar þú kemur svo út að þá var það bara einhvern veginn þá varst það algjörlega á byrjunarreit og mér varst það rosalega áhugavert og eftir því sem þú fórst alltaf í önnu verkefni fannst mér alltaf einkennilegt að lesa að jú, vissulega var örgulega reynslaðin einhvers metin en það var alltaf eins og verið að byrja byrjunarreit hverjum einasta stað sem þú komst Já og nei og veistu, ég held að ég kannski byrja að tala munin á því að vera að vinna á Íslandi og svo koma út og kynnast umhverjum þar ég fann að það var stór munur og veistu, þetta stærðin og skalin og allt það, veistu, þetta er alltaf miklu stærra sögum þarna úti en það sem ég var svo áhugavert líka var að sko veistu, hvað kallar maður, vinnu veit ekki íslensku orðið, ethic bara siðferði bara og bara hvernig fólk hugsa vinnun í Bandaríkjunum að sko Bandaríkjumenn eru að mínum að þetta er harðduglegasta fólk sem ég kynst á ævinni og svona kappsamasta þannig að það er rosalega harka í vinnunni þarna og eins og þetta, þið fá bara 2 vikur á ári í frí og það er bara keyrt áfram og það er einhvern veginn, þetta er ekki sko sumir svoleiðis og sumir öðru, þetta er bara svona þjóðfélagi í heild sinni er rosalega mikið, sko, nú erum við búin að setja ykkur markmið og það er bara keyrt að hörka á það og þetta mismundi fyrirtæki, mismundi stöðum allt þetta, en svona í heildin það fann maður hvað þið tóku vinnuna alvarlega og tók hana mjög svona til sín sem og þetta skiptir máli og það voru tímabila sem ég var að vinna bara mæta mótnana og svo bara fundir allan daginn og það er frá kvöldu svo með 12% kvöldinu og svo það er bara keyrt og þykir bara eðlilegt þar og þannig ég fæ ákveð sjokk þegar ég þarf svolítið að venjast þess sem ég kemur út en ég fæ eiginlega meira sjokk þegar ég kem heim aftur það er eiginlega það, svo kem ég heim og ég er alveg bara þetta er ekki eins hérna við erum dugleg þjóð og allt þetta og ég er ekkert að segja eitt sé rétt og eitt sé rangt en það voru viðbrigði fyrir mig aðalega að koma heim og einhvern veginn það er ekki sem professionalismi ég held að við finnum meiri balans á milli allra þátta í lífinu okkar. Bandaríkjumenn er ekkert mikið balans.
það bara vinnanir nummer 1 og hitt fara, jú það kannski hægt að hafa grill og sunnudags eftir miðdegi en það vinnan samt aðalatrið og það einhvern veginn bara eðlilegt að einhverjir í matabóðingstar og símir hringir út af vinninu, þá var hann bara farin í símtalið, það er allir bara auðvitað, það vinnan að meðan hérna erum við meira svona við viljum tvinnið saman og eins og sé, ég fæ sjokk sko þannig sé út frá vinnuethikinu eða vinnusifrinu en á sama tíma áttum við því að það miklu betra að búa hérna þetta miklu meira jafnvægi í þjóðfélaginu og okkur líður held ég svona í heildina betur og eins og ég tala í bókinu og bara hef sagt allir sem vilja heyra að ég myndi hvergi annars að vilja búa í Íslandi, það bara, maður kann svo mikið að meta það sem við höfum þegar ég kem heim. Það var það er einmitt eins og þú segir í fjallarum í Djúpuleiðinni, þar varst að þróa þína ein svona raddstýringar vöru sem að síðan var keypt og já, mikill áhugi var á og þar einmitt talar þú að svona ákveðnir aðalar kannski sem hafi komið inn á fyrirtæki og talar að samstarfsmaðurinn hafi ráðið eina konu sem stóð ekki alveg undir væntingum. Þegar þú hugsa svona út í árangur og skilvirkni, myndirðu telja að þetta svona bandaríska fyrirkomulag sé nauðsynlegt fyrir þeim árangur sem þeir ná? Eða heldurðu, þá ekki að tala hvort okkur líði betur með það? Nei, ég veit, já. Ef við hugsaum bara, þú veist, gæti Google orðið til á Íslandi? Alveg, það bara svo, það var sem ekki raddstýringar það var textaskilabúða en gæti Google orðið til á Íslandi og gleymum stærðinni og allt þetta, við erum bara, lítil, en ég veit það ekki. Þetta er rosa margt sem kemur til og það ekki bara erum við að vinna 80 tíma á viku og ég held að það sé ekkert hollt og ekkert heilbrigt og það ekkert gott fyrir fólk að drepa sig og taka út vinnuna yfir einhver áratugju í ævininni og svo ertu bara búin á því sko. Og ég held að það hvers konar fyrirtæki verður til á hverju stað það miklu fleira sem spilur inn í þar. Það ekki bara, ég trúi því að þetta hópurinn duglegur og sækir sitt, það gott en það líka hæfileikar fólksins sem kemur að þessu umhverfi sem þetta spila í það svo margir aðri þættir og ég myndi vera mikið að vinna með nýsköpunum fyrirtækjum og upp í grósku og pæli í þessu, hvernig býr með umhverfi sem er frjótt og skapar og ég held til dæmis að gróska sem er núna í Vatnsmýrinni og það er mörg lítil fyrirtæki koma saman að bara það að setja fullt að klára fólki sem að gera mismunandi hluti inn í einn lítinn kassa, fysiskan kassa það eitt til dæmis eigur líkurnar á því að eitthvað frábært fyrirtæki er til þau tala saman og þau eru að glíma við svipuð vandamál kannski leina að leita sér fjármagni eða leina að leita einhvers konar markaðsleiðir eða eitthvað hittast í kaffeteríunni og rekast á hvort annað og þannig að það margir aðrir þættir sem koma inn í sem að geta spilað þarna og þannig að þetta ekki bara vinnuharkan, ég held að hún sé víðum heim alveg ansi mikil en það er svo margt annað sem spilar inn í þetta. Já, þú talar það er emu fyrir texta, hvað var þetta software inn í símana eða var þetta hluti af Google? Ég aðeins að blanka þessu. Já, emu er app sem við gefum út sem er textaskilabóða app þar sem þú getur úr henni að vildum búa til gerfugreinda þjón sem var að hjálpa þér svona dagstaglega og við mátum sér svo að fólk alltaf að texta eitthvað hingað og þangað hvernig væri með þínu samþykja þú út með eitthvað svona gerfugreinda þjón sem að fylgjast með og getur svona skýst inn þegar það hentar þegar getur hjálpað, þú ert að pælja hitt einhvern, þá getur við hjálpað að segja þetta dagatali svo öðuldur að skipuleggja bara á staðnum og hvar við hittast þá getur við komið að segja út frá því hvað að ræða þá getur við hist þarna og ég búið til dagatalsentri og þannig að það er unni það sem við búum til svo kaupir Google fyrirtækið og þetta þessi vinna og tækni og allt sem þarna í gegnum sem ég fyrir í bókinni hvernig það er svona smá vegferð verður svo lókum að það sem heitir núna Google Assistant og það þessi raddþjónn. Það var einmitt þetta hafa frekar fyndið að lesa þetta út af því að ég talaði við Stefán Baxter nákvæmlega þetta, hann var að lýsa þessu hvernig framtíðin yrði nákvæmlega svona og svo var einhvern veginn að lesa þetta og hlustaði á viðtal hjá manni sem heitir Skólber minnum mig Robert Skóbul já, Robert Skóbul ég var ekki með nafni á reyni, ég var að hlusta þetta bara rétt að hann við byrjum að taka upp og þar varst þú að kynna þetta forrit akkurat og það var frekar að fyndið að heyra Stefán Baxter segja, já þetta er framtíðin og þú voru að lesa þetta í fortíðinni
Sko, förum aðeins yfir í gervigreindina út af því að þú líkur þessari bók svolítið á gervigreindinni og svona möguleikunum sem fyrir hendi eru og talar einmitt það hvernig svona það þegar að tölvan byrjar að tala við sjálfa sig hversu mikið svona rosaleg framþróun getur orðið og sérstaklega það að svona framleiðslugetan geti snúið aftur til Vesturlanda. Já, meðal annars, sko, já, þetta getur opnað á mörg tækifæri og raunin þess sem við horfum á þessa vegferð sem ég er búin á og ég er búin að vera svona, mikið í mobile og gerir Google Maps og svo, en ég er búin að vera svona viðlóðandi gervigreind núna í 15-20 ára eða eitthvað eða meira og hann ég er búin að fylgjast með þessari þróun og maður er alltaf hérna, ok, nú er þetta komið, það er klassist í tækninni, maður alltaf bara, nú er þetta komið, en svo er það ekki komið. Og það er búið að vera ansi oft sem að svona, já, jú, þetta er sennilega komið og þetta sem er að gerast í dag, ChatGPT og Gemini og DALL-E og allt þetta, að þessi tækni sem er að koma núna, þetta er allt annars eðli, sko. Þannig ég er að sjá rauninni, við erum að upplifa einhvers konar eðlisbreytingu í hvernig við munum nýta tækni og nálgast hana og það er sem að hvað þetta muni hafa áhrif og hvernig rosalega er þetta að sjá fyrir það. Ég held að það muni hafa áhrif mjög víða og bara rauninni sko breyta miklu hvernig við vinnum í þjóðfélaginu og létta undir svona störf sem eru sko mikið endurtekningum eða eru leiðinleg og svona sem þetta hlut sem við viljum ekki gera, við getum ítt í meira tölvunni það skilja núna, en raunin sem þessi tæknir að gera, sko, staðin fyrir að við sem að nálgast tæknina og læra á hana, þá tæknin að læra okkur. Það er þessi fundamental breyting, sko. Og ég nota oft hérna þegar ég er að kynna gervigreindar þetta dæmi með þarna og nú er ég hérna kannski mun bara helmingurinn eða brota skilja þetta en það var alltaf sko vídeotæki á heimilunum og klukkan blikka alltaf 12 og þetta var bara klassískt, hún blikka alltaf 12 á öllum heimilum en þess að kunni enginn að stilla klukkan og þannig að sem er klassískt dæmi það sem að tæknin er svo flókin einfaldur hlutin en þetta er það flóki að það getur enginn lært af, við erum búin að reyna að draga þetta nær okkur og við það draga tæknina nær okkur þá getum við rauninni látið hann að sjá margum hluti sem að við myndum annars þurfa að fara handvirt inn í oft eða þurfum einhvern veginn að stíga inn í og við ekki vera tengilegum við tölvana geta talað sjálf hlutina og bara mannamáli. Þannig að ég held að þetta er þessi grunnbreyting sem er þessi stað og það er ekkert eitt stað sem þetta mun bara breyta, þetta mun fara alveg eins og farsími breyti hans miklu eða borðtólan breyti heilmiklu. Ég held að gervigreindin sé sko stærri en allt þetta til samans. Já, ég er nefnilega búin að vera að velta þessu fyrir mér mjög lengi. Ég man að ég hlustaði á Sam Harris tala við David Deutsch sem er fræðimaður í Oxford háskóla eða myndir rétt og þar eru þeir að tala svona gervigreindina og þetta er svona samhlega ákveðni bjartsýni líka mikil dómsdagsspá og nú hefur Nick Bostrom verið mikil dómsdagsspár maður og við vorum að ræða núna aðeins rétt að þú komst. Hvort hallast þú meira út af því að sko ég held að við getum viðurkennt að með gervigreindinni ég myndi lýsa þessu allavega mínu persónulega sjónarmiði sem sá sem kann ekkert í forritun en aftur á móti hef ég nýtt með gervigreind rosalega mikið. Við gerum með grein fyrir því að ég er að losa rosalega mikið af störfum sem bara fyrir 5-6, tala nú ekki bara 20 árum hefði bara þótt bara óhugsandi að losa og þá velti ég fyrir mér sko út af því að þetta er, eins og segi, ég lýsi þessu persónulega sem svona áskorun þar sem að við getum farið á rangabraut en það er líka auðvelt að fara á réttu brautina. Hvort hallast þú svona meira að svona bjartsýnis eða dómsdagsspám hvað ég að segja, fylkingunum? Fylkingunum, já, sko ég er og gleyma gervigreindin smástund. Ég hef bara alla mína ævi verið mikill bjartsýnismaður á tækni, við erum að finna upp tækni alltaf til að gera líf okkar betri. Öllum nýjum uppfinningum eða nýjungum fylgja áskoranir sem að þarf að huga að. Þú getur ekki bara komið einhver nýja tækni og bara ætla bara einhvern veginn ekki að hugsa að það getur líka haft einhverja afleiðingar til hliðar, maður þarf að huga til þeirra og með gervigreindina ég er algjörlega í bjartsýnis hópnum, ég er ekki með blinda bjartsýni og ég er ekki að hugsa að þetta sé bara að það verða engar hliðarafleiðingar eða neikvæðar afleiðingar sem við þurfum að hugsa og huga að en ég held í heildina verður þetta mjög gott fyrir þjóðfélagið. Það munu eins og tala störf og fleira og það sem er að gerast núna bara ekki bara með gervigreindina almennt er það að störf eru að hér áður fyrir þá byggum við þann lúksus að störf hurfa milli kynslóða
en núna erum við komin á þann stað að störf munu mögulega hverfa innan kynslóða og við þurfum að huga því hvað þýðir það fyrir þjóðfélagið og hvernig ætlum við að sníða þjóðfélag þannig að þú sért ekki að læra þegar þú 20 og klára námið þitt og svo ferðu bara við 50 ára fullt gull úr því sko. það sá tími búinn sem allt í lagi, þá nú komið eitthvað nýtt og það meiri hraðari framþróun, þannig að við þurfum að huga að eftir sem störf breytast og eftir sem tæknin þróast hvernig viljum við láta þjóðfélag þróast með og það þetta stór áskorun og mikil áskorun og þannig að maður má ekki sitja blindu að gagast því. En það breyti því ekki að gervigreindin á sama tíma að fara að hafa rosalega mikil jákvæð áhrif á mjög marga þætti þjóðfélagsins og sjálfsögðu aftur, það geta alltaf verið, allir tækni fylgir einhvers konar möguleiki á einhverjum misnotkun eða einhverjum neikvæðum hliðaverkunum, farsíminn kemur út og allt inni geta óprútnir aðalar nota einhvers konar skilabóð sínu milli sem löggan getur ekki lengur fylgst með, bara svona random dæmi. Það þýðir ekki að farsími sé slæmur þannig að maður þarf þá að huga ok, hvernig viljum við að gera þetta þannig að við höfum í huga mögulega misnotkun en samt fáum ávinningin af því og ég held að það sé ekki leiðin ekki að kæfa þetta eða að stoppa þetta eða einhvern veginn að keyra þetta út af brautinni bæði vegna þess að held ég missum bara af ávinningnum en þá mun líka bara önnur svæði í heiminum halda samt áfram og þá missum við bara af. Já, þetta er rosalega magna. Ég man nú ekki hvaða bóka var, ég held að hafa verið í Chip War sem fjallar svona kapplaup Bandaríkjanna og Kína hálfleiðara og svona hvernig þeir geta nálgast fágætismálum til þess að búa til þess að hálfleiðara og Taiwan og TSMC TMSC, held að sé TMSC Taiwan Jú, það getur passað. Nei, TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Já, akkurat. Og þar var mér talað um það að sko gervigreindin væri jafnvel komin á þann stað að þetta væri komin langt út fyrir svona mannlega þáttinn eins og þeir voru að tala um einhver svona íblöndunarefni í steypu og þetta var ekki, sko gervigreindin fann út af því sjálf að það væri hægt að styrkja steypu með ódýrari íblöndunarefnum út af því að sko gervigreindin fann upp á því þú veist, hún þurfti engar mannlegar forsendur og það er svona ótrúlega hlutir sem að gerast þannig að ég held að þetta sé að gerast mjög hratt en það sem að þú meðal annars talar um sko er mismunandi viðmót Apple og Google og Google væri meira svona í þessu svona frjósama, grjónapoka svona hippa svona þema svolítið á meðan Apple væri meira svona þið vilduð taka frá ykkar startup eða sprotafyrirtæki vildu taka tennisborð eða borðtennisborð sem að þið þurftið að sannfæra hvað heitir hann? Scott Forstall vantarlega akkurat það að leyfa ykkur að taka borðtennisborðið með ykkur sem að þurfti ákveðna sannfæringu og þú lýstir þannig að þið var eins og aðskota hlutur eins og þetta borðtennisborð innan fyrirtækisins en nú velti ég fyrir mér út af því við erum að tala um gervigreind, við erum að tala um bjartsýni, við erum að tala um áskorun heldur þú að svona ef við tökum þetta bara til Íslands að ég samvætti við gervigreind ég var með Björgvin Inga Ólafsson fyrir örfáum dögum þar sem vorum við meðal annars að ræða það svona Ísland býr við ákveðin tækifæri, við erum kvikt samfélag við getum tekist auðveldlega á við breytingar og værum þar að leiðandi í ákveðinu svona sóknartækifæri hvað varðar gervigreind en það var auðvelt að vera íhaldssöm og einhvern veginn glata ákveðinu tækifærum þannig núna erum við komið með það að við getum ítt því úr vör að vera svona rosalega frjáls í þessu og taka við þessum breytingum og bara svona svolítið svona Google fyrirkomulag eða við getum verið svona íhaldssömmur Apple þema og passaði upp á sjálf okkur hvað þegar þú hugsaður um Ísland saman við gervigreind út af þetta er áskorun telur að við ættum að fara svona Google leiðina eða Apple leiðina íhaldssömmina eða frjálslindið ég er kannski sammála þessar samlíkingu ég veit sko upp á kúltúrun að gera en það má ekki gleyma því að bæði Google og Apple gengið mjög vel þannig að það er kannski engin réttleið en sko ég held að það sem ég hef talað um þetta núna í mörg ár eftir ég flutti heim og þið verið stöðut að hamra á þessu að sko í heimi sem er að hreyfa svona hratt og það sem örþróun og það er mikið að gerast að þá þar maður að fljótar að bregðast við og geta hlaupið með nýjungunum og tekið þar og tilengja sér og þarna kemur smæðin okkur til góða
það við erum alltaf verið hérna, ég man þegar að alast upp og þá við erum svona minnimáttakend sko, við erum litla þjóðin og akkur erum við ekki 60-70 milljónir eins og Bretland eða 80 milljónir eins og Þýskaland og þá varum við svo frábær og við bara vildum óskast að vera stórþjóð en við samt reynum einhvern veginn að vera stórþjóð en svona, samt einhvers konar saminskupið eða minnimátttakendi við því og ég held einmitt núna sko það að við séum lítil þjóð ríkað alls konar bara, já, hvort sem það einhvers konar ekki auðæfi heldur auðlindum, já, takk fyrir að við búum vel sem þjóð á þessari eyju en við erum líka lítil þjóð og lítil þjóð, ef við spilum þetta rétt hefur þann hvast að við getum, það eru stuttabáðlegir, við getum hreyft okkur hratt, við getum til okkur tækni hratt, við getum líka sko prófa hluti hratt og komast að það virki ekki, þá getum við líka tekið tilbaka hratt. Þannig að ég alveg Google og Apple, algjörlega Google með við að taka svona og í gervigreind sko tækifæri fyrir okkur að nýta gervigreind til að sko vera margföldun áhrif á okkur sem þjóð eru óendanleg. Þannig að við erum í príma stöðu til að hlaupa með þessa tækni í samblandi við allt annað sem við gera og sko geta vaxið sko margfald á við aðra þjóður og annað sem líka ég oft bent á að sko sem lítil þjóð þá getum við aldrei verið jafnfætis öðrum stórþjóðum. Bara af því að þær eru stórar og þær stíga áfram. Annarkvort eru við að elta þær og þá erum við 5 árum, 10 árum eftir. Eða við getum sagt við erum litli pæjónerinn. Við ætlum að hlaupa undan. Við ætlum að sýna heiminu hvernig á að gera þetta. Út af því við erum lítil þá getum við fært okkur hraðar og við getum þá verið 5 árum undan. Og ef ég hugsa í mínum huga vil ég vera 5 árum eftir að 5 árum undan mun ég alltaf velja 5 árum undan. Ég vil alltaf búa í framtíðinni frekar en fortíðinni. Bara í gegnum söguna að framtíðin hefur alltaf verið í heildina séð betri en fortíðin. Þannig að þetta tækifæri sem að Ísland hefur að hlaupa áfram með gervigreindina, með allar þessar tækni sem koma núna og með smæðina vopni að hlaupa áfram og sýna heiminu hvernig þetta þróast. Já, ég akkurat, það er svona sko það er svona kannski smá hliðarspor úr þessu út af því að þú talar ekkert hergagna iðnað að endurskildi, ég held að þú nefnda á einum stað þar sem hergagna iðnaðurinn hafi haft áhuga á Google Maps og þróun í þeim efnum ef ég er að muna þetta rétt í bókinni. En ég veit samt aftur á móti eftir að tala við fólk sem hefur unnið meðal annars hjá Google og á fleiri í þessum stöðum að hergagna iðnaðurinn hefur mjög mikinn áhuga á öllu sem viðkemur og sem að gera sig í Kísildalnum. Og mér langar svona á þetta því að við erum að tala svona framþróun það er náttúrulega rosalega mikil framþróun í dróna og vopna þróun sem hefur mikið að gera með bæði gervigreind og það sem er að gera sig í Kísildalnum. Hvernig var það sko út af því að sko ég veit að þeir hafið það hlýtur að vera fyrst að þú hefur komið að svona mörgum efnum að þú hefur haft einhvers konar samskipti við einhvers konar hergagna og ég veit að þú ert ekkert að fara að segja mig frá því í details en svona í þessu umhverfi hvernig er það sko þegar allir bara þegar einhver frá hergagnaðinaðinum að koma og svona snýsast hvað það sé að eiga sér stað og fleira þannig þú veist, hversu mikil pressa er að þú þurfi bara að vera ég geð þér allt til þess að geta bara starfað áfram í Bandaríkjunum og hvernig er það, skilur við, getið þið sagt bara nei, ég vil ekki, getur þið tekið svona það sem að var eitthvað stórt mál með að FBI vildi komast inn í einhvern síma, einhvers hryðjuverkamanns og það var risa mál. Það var glæpamaður í LA sem að, þau voru að eltast við, það er, veist, ég kom ekki, ég get bara sagt að ég hef aldrei átt negin samskipti við neitt sem tengis hergagnaðinaði eða neitt sem því tengt og hef aldrei upplifað það að þurfa að eins og svara þessari spurningu. Í alveg? Nei, og ég held að sko, ég er að vinna í vörum sem eru bara gefnar út fyrir hinn almenna notanda. En sko, og ég er mjög fegin að hafa ekki þurft eins að hugsa þetta, þetta er þetta hrikalega erfið spurning, sko, ertu til að taka þátti að búa til einhver tæki sem eiga að sprengja hluti eða að drepa fólk, ég finnst þetta bara hræðileg til þess, ég fæ bara svona mér líður ekkit vel að eins og tala þetta, sko, en það sem er samt svo áhugavert við þetta, og má bara ekki gleyma þess að setja þetta í samhengi, að sko, eins mikið og ég held að flestir í heiminu séu andvígir stríð og hernaði, ég held bara vonandi allir, að mikið af eða bara næstuð í allt sem við notum í dag
varð til út af því að hergagnina þurfti að fá einhvers konar pioneering og meira sem bara internetið eins og þetta og ástæð fyrir að það virkar, þetta búið til af hernum. Það er að DARPA, Defense, ég man ekki hvað stendur fyrir, það er Research Project Administration, þetta er fyrir varnarmálaráðuneytið er að þróa hluti og DARPA býr til internetið, finnur þið upp og það er meðal annars til að það geti staðist kjarnorkuárás og eitthvað svona, þannig að þetta verður það til. Það er fullt af öðrum hluti sem við notum dagstaglega sem að upphála eru smíðið fyrir kaupanda sem er tilbúin að borga rosa mikið fyrir flottasta, besta, dýrasta hlutin og svo líð einhver ár og þetta verður ódýrar framleiðir, ódýrar bú og þetta triklaði niður í svo almenning. Þannig að sorglega í þessu það, allt þetta kapplaup sem er í stað og sérstaklega með Bandaríki hefur gefið rosa mikið af flottum tækninýjungu sem við njótum góðs af í dag í heiminum og GPS-læmis sem við lítum að sem sjálfsann daglega hlut í dag, það er herinn sem bjóða til, bara enn eitt dæmið. Þannig að það er rosa, maður er svolítið svona, maður getur hort í bara áttir sko. Já, ég er ekki hlindið því að vinna fyrir hergagnina en að gera neitt þarna, en ég samt get ekki, maður getur ekki sleppt að minnast á að þetta hefur gefið rosa mikið fyrir bara hinn almenna borgar í dag. Ég þóra eiginlega að veðja ef maður allir með setur, sko, getur nefnt mér hluti sem hafa komið til eftir seinni heimsstyrjöldina. Það er mjög langur listi. Já. Þó svo að maður kannski ekki með akkurat núna, það er mjög margar tækningar sem að koma sögum stríðis. En hérna, svo við höldum okkur út af því að mér langar aðeins að staldra við Ísland. Það hérna, út af því að þú ert mjög bjartsýn, talar að við getum verið kvik og við getum þá verið jafnvel í ákveðinu svona, eða svona í fyrstu bylgju í því að takast á við nýjan heim sem að þetta mun líklega leiða af sér. En hérna, er einhver svona, þegar þú talar áskorun, búin að tala björtu hliðinar, ef þú myndir svona giska á einhver svona neikvæðar hliðar þess efnis, eitthvað svona sem þú hefur áhyggjur af? Auðvitað. Það er alltaf öllum nýjungum fylgja einhvers konar áskorunni sem geta verið neikvæðar eða haft einhverja hliðaverkanir sem maður og ég held sko ég er ekki hrifinn af svona alhæfingum eða fara að stíga sko svona öfgum einhvers konar og þegar ég segi við að leiða leiðina það er að taka það út í öfga og segja já við erum bara fyrst til að prófa allt saman hvort það virkið ekki og við erum bara tilraunastofa og það hljómar ekkert vel þá erum við að taka allt miklu áhættu og við getum það er allt í skrallegna sem við erum alltaf svo oframalega sko. Þannig að maður þarf að passa að það sé gert samt sko, það þarf að finna einhvern milliveg þarna þar sem við áttum okkur á það hvernig við getum verið fljóta til einhver og ég meira hugsa sko að smæðin gefa okkur hraða til að geta breytt lausnin út og prófa það og leita út í þessu þjóðfélagi en að sama tíma passa að vera ekki að rjúka blind inn í einhverju vitleysu og ég veist þessu áhverð sko, ég skoða þetta því ég var nýfluttur heim ég var rétt alveg fluttur heim og ég er að skoða með að sjálfkerrandi bílandir í Bandaríkjunum þá var Google X á sín tíma sem hét þá og þeir voru að skoða það, við vorum samtala með það hvað er þetta að prófa bíla og hvernig þjóðfélag að vera og þau voru, það var svo áhvert, þau sem voru að velta sig fyrir sig, þau vildi ekki fá sko, þau var ekki að leta þjóðfélag sem var bara all leifilegt. Heldur það meira að þau tölu alltaf skilvirkni. Við erum með alls konar, við erum að prófa bíla sem er að keyra í umferð og það er mikið af flóknum hluti sem að leysa. Og þau voru ekkert að búast að fá sko já við öllu, heldur þau vildi bara að það veri skilvirkni í því að við leysum úr spurningur sem fyrst og það er það sem að lítil þjóð getur gert hún getur hreyft sér hratt, stór þjóð komið mikla yfirvíkingu og svona flóki minnstur og svona þá er mikla erfæri að hreyfa sig, þannig að meira það að sko við getum hreyft okkur hratt en ekki verða ekki ábyrralaus sko, það er ekki að sama sko. Nei, þetta er svolítið flókið sko, það er frægt þegar Mark Zuckerberg segir við öldungadeildarþingmann we shall add senator þar sem að hann var einhvern veginn í aði að með svona á tortryggjanlegan hátt að þeir væru svona ekki að gera þetta fyrir neina hagsmuni, það hlýtur að vera eitthvað erlend fyrirtæki eða erlendur aðilar að fjármagna þetta eitthvað færa því sem var náttúrulega freka fyndið og þá velti ég fyrir mér til dæmis eins og á Íslandi náttúrulega ekki það voru leiðilegu stjórnmálamenn en ég veit bara að þú veist að þeir stjórnmálamenn sem til dæmis að takast á við þessi verkefni núna
þeir eru að komast já, ég held að sko 27 af 63 séu að komast inn á Alþingi í fyrsta skipti sem að því það sé búið að vera mikið endurnýjun við getum gert fastlega ráð fyrir því að þeir hafa ekki sömu þekkingu og þú á gervigreind og kannski geta þá sagt já, heyrðu, ég fæ þá bara Gumma Hafsteins til þess að aðstofa mig við að takast á þetta verkefni en svona heilt yfir og getum tekið þetta bæði í víðara samhengi og á Íslandi svona stjórnmálin og takast á við þetta verkefni hvernig horfir það við þér? Það er þetta áskorun og ég skil það alveg og ég horf mikið til Evrópu þar sem að pendúlunni verið sveiflast rosa mikið það áttina að það virðist ekki verið mikil skilningur á því hvernig það virkar og fyrir viki þegar skilningin skortir og þá þetta myndast hræðsla og þar leiðandi eru þið bara að búa til alls konar reglur eitthvað sem þau skilji ekki og það finnst mér svona hættuleg þróun og ég skil hann alveg að þú sér eitthvað sem kemur og þetta er rosa hratt að gerast og þú einhvern veginn, þú skilur ekki hver í gangi og þá þetta er eðlilt að segja þau bara bönnum þetta takmörkund að sýta reglur og allt þetta. Í hverju felst hættan út af því að þau myndu segja bara já, nei, ok, við verðum kannski aðeins eftir og en ég menna við verðum allavega örugg það er bara tálsýns öryggi þetta er ekki línlegt, þetta er ekki bara okay, það hæfa eins á en við samt komumst öruglega, þetta er ekki samband þegar að keyra bíl og við sem ekki keyra 200 heldur keyra bara 90 eða 60 og þá komumst öruglega leiðrandi, þetta er ekki sama vegna þess að sko leið og þú situr hindranir í vegi fyrir framþróun að þá hægir ekki á henni, þú drepur hana og það er hættan og það er orðið þannig núna að sko lítil fyrirtæki sem að byrja í tæknigeranum í Þýskalandi ég að heyra tilfellum sem fyrsta sem ráðið lögfræðing og það er þetta sko hrikaleg þróun og ég sá daginn eitthvað, þetta er ekki staðfest en það að GDPR sé sko fyrir fyrirtæki undir ákveðin staðar getur við verið alltaf 15% af þeirra kostnaði að sinna GDPR reglugerðinni og þau ert búin að setja... Hvað er það nákvæmlega? Já, fyrir ekki, það er persónuverndar reglugerðin nýja í Evrópu og þarna að þegar þú setur meiri reglur á þetta og þá sko þegar ég er að byrja með nýja hugmynd þá veit ég ekkert hvert ég er að fara og ég veit ekkert hvað er almennilega að fara að gerast í smáatriðum, ég er kannski með hugmyndina en ef það er ofan að líka óvissa með hvort ég megi gera þetta vegna sem ég get ekki lýst nákvæmlega hvað ég fara að gera þannig það er líka líkur því að ég sé að gera eitthvað sem að kannski stangast á einhverja reglur og ég þarf stöðugt að tjekka á því að megnið hugmyndum munu þá hætti maður segja ok, ég ætla ekki að taka sensin ég geti verið að gera eitthvað sem er bannað vil það ekki og refsingarnar eru þetta harðar þannig sko þetta er ekki það að þú hægir á þessu heldur þú rauninni sko kæfir þetta og þetta svona umhverfi er sérstaklega slæmt fyrir lítil fyrirtæki sem hafa ekki bolmagni til að kynna sig hvað þetta er flóknar reglur þannig að það sem gerist er að eftir sem þú sittur meira og ég er ekki mótið því það þarf reglugerði fyrir ákveðna hluti og það þarf að hugsa umhverfi allt þetta ég er ekki anarkisti að tala gegn einhver svona en bara þegar þetta er orðið svona flókið og stórt og sérstaklega hluti sem við erum ekkert enn með hreinu hvernig muni þróast þá hættir á því svæði en það sem er meira sem fólk gleymir alltaf við búum í frekar opnum heimi þannig að einhver klár einstaklingur í Frakklandi sem fær geggja hugmyndin er hrættur við að gera þar flytur bara til Bandaríkjanna eða eitthvað annað sem maður má gera hlutina þannig að þetta íti líka og þetta er ekki hypothetical þetta er ekki hypothetical, nei og þannig að þetta er ekki það að þetta minna hægja á hlutum með Evrópu heldur ef þetta heldur áhrif sem horfir að þá smá saman bara verða ekki ný tæknifyrirtæki á þessu sviði til í Evrópu þau bara verða ekki til þar og þetta er meira svo það slæmt að þegar Apple kemur með Apple Intelligence inn í símanum sína og Apple er eitt stærsta fyrirtæki heimsins þau biðu með að koma með til Evrópu vegna þess að þau vissi ekki hvort þetta stangast á reglugerðirnar þannig að þetta er ekki bara eins og litli fyrirtæki með þess að sko stór fyrirtækin eru bara veit ekki almennilega hvernig á að snúa sér í þessu Já, Sam Altman var að tvíta fyrir einhverjum dögum að hann hefði hann væri í rauninni á þeim buksunum að þeir væri að reyna að hjálpa Evrópu en Evrópa væri bara svo einstringislega að það væri eiginlega ekki hægt að hjálpa þeim nei. Út af því að þau væri svo ótrúlega umhuga að fara alltaf hænuskref fram. Já. Og þetta er frekar áhugavert eins og þú lýstir þessu sko að það væri ekki munurinn á því að vera 200 eða 60 heldur bara að á endanum komast ekki á leiðarenda og það sem er kannski vont í þessu líka er að út af því ég var á svona Nick Bostrom vagninum bara við þurfum
ég bara sá Elon Musk og Sam Altman og fleiri, við þurfum bara hérna að kæfa gerfugreindan út og þetta að gerast á hratt. Já. En svo einhvern veginn gerðum við okkur grein fyrir því að frelsið væri líklega betri hérna, farateski heldur en einhvers konar reglugerðir út af því að það væri ekkert hægt að stöðva þetta væri komið að það mikið skrið að ef að það væri þá bara aðilar sem að væri óbrútnir sem væri með þetta sem ennþá verra það er miklu verra í stað þess sem þetta takast á við þetta en svona til þess að gera okkur þetta aðeins erfiðara ég held að Roger McNamee hafi sagt 2021 var hann í samtali við aftur hérna, Sam Harris þar sem að hann var að fjalla svona menningarlega og lýðræðislega þróun sem og væri ákveðin svona baggi á samfélaginu og skrifaði með bókina Sökt þar sem hann var að vísa til Mark Zuckerberg og þar var hann að segja að eftir kosningarna 2016 og það hann gert sig grein fyrir því að allir þessir aðilar Google, Apple og hérna Facebook sérstaklega Google og Facebook væri í rauninni að hliðra eðlilegum lýðræðislegum samtali. Nú er það sagt að Elon Musk sé að gera það sama með Twitter. Já, bara í hinn áttina. Já, bara í hinn áttina. Hvernig hérna, svona með þetta, telurðu að þessir aðalar séu með of mikil völd, svo við sjáum til þess að þú vinnur aldrei aftur í sem gera? Þetta er þetta, við getum eitt til helgjara þetta og meira til, sko. Þetta er þetta rosalega erfitt umræðisefni og ekki, mér finnst ekki endilega viðkvæmt eða svoleiðis, þetta er erfitt sko erfitt að svara spurningunum já og þegar fólk segir eitthvað sem falsfrétt eða eitthvað sé sannleikur og ekki sannleikur og í sumum tilfellum er það klárlega, ef ég segja að bíllinn minn sé grár það er þá klárlega sannleikur eins og hann er grár en sumt er bara erfiðar að meta hvað er rétt og hvað er rangt og hvernig að stoppa það og nú íti alveg til hliðar svona, það sem hefur gegnum 20-öldina verið flokkar sem bara svona hatursorðræðu eða einhvers konar nýð eða eitthvað sem við erum búin að skilja nokkuð vel lagalega, við erum komin út fyrir, ég er ekki að tala það heldur allt hitt sem að fólk er að henda ykkur fram og svona og það sem ég hugsa oft er það sem að fólk gleymir að við höldum að falsfréttir sé eitthvað nýtt fyrirbæri en Benjamin Franklin, hann var útgefandi á reglulegu tímariti og hann skrifaði þegar hún var illa við einhvern eða vildi ná sér niður einhvern, þá skrifaði hann bara undir einhverju öðru nöfnum og nýðgrein og bjó bara hluti til og maður sem dáður og dyrkar allan heim í dag sem bara einn merkasti maður sögunar og hann stundaði þetta alveg hægri vinstri og fyrsta tröllið já, ég veit ekki hvað sem var það fyrsta allavega eitt af tröllunum ég veit það ekki og ég skil alveg og maður verður var við það inn á Twitter og öllum stöðum runni að það er alls konar vitleysa grasserandi ég áttum alveg því og það hvernig það er málfrelsi öðrum megin leið fólk geta tjáð sig hvað sem það vil allt þetta og það er til dæmis inn í málfrelsi þú mátt ljúga, það er bara það er varin réttur, ég má mæta á Twitter og ljúga, það er engin lög sem banna það, svo lengi sem ég er ekki að fara inn í hotnið sem við erum búin að tala þannig málfrelsi öðrum megin og svo er hinum megin einhvern sem segir nei, við viljum málfrelsi en við viljum að koma veg fyrir að fólk geti sagt bara hvað sem er þannig við viljum passa að það sé að segja rétt frá og því miður ég er ekki að fara hérna í ég er ekki öfgamaður í þessum pælingum eða með einhverja auka skoðun og ég er í rauninni tek ekkert einhverja hliði í þessu þannig séð en það er bara oft þannig að mismundi sjónamið og mismundi nálganir og mismundi forsendur því að mörg mál er ekkit svona svart og hvítt það er eitthvað vilji til að segja geta búið til einhverja línu þetta er í lagi vegna þess að þetta er sannanlega rétt og satt og það er engin falsindi hér og hérna er klárlega eitthvað sem er rangt og má ekki segja og þetta viljum klippa það burtu ég held að sé bara ógjörningur hvort sem við viljum það ekki mjög afgáfull skoðun hjá þér nei, ég er alveg sammála ég náttúrulega er ákveðin og eins og hlustandi mínu vita þá er ég ákveðin svona tjáningafrelsis absolútist það var svona mestur leyti og ég held að það sé út af því að eftir því sem að við höfum alltaf haft aðgengi að meiri upplýsingu þá er alltaf komið þessi spurningu upp hvort að
einhver eigi að hafa rétt til þess að segja sko það sem honum finnst eða jafnvel ljúga ákveðin málefni í þessu tilíkjum því að við erum alltaf að takast af þessu með aðstæður dyrurinn ef þú lest í kringu söguna eins og það með Benjamin Franklin það hafa alltaf þessar spurningar verið uppi sko. Hvort að þú að fá að rita ákveðna hluti og hvort að ákveðin rit einfallega orðin okkur bara óþóknanleg en svolítið eins og með gervigreindina þá held ég að því fylgi ég ætla ekki að segja óþægilegur fórnarkostnaður en ég ætla bara að nota það því ég hef ekkert betra orðatiltæki en þetta óþægilegur fórnarkostnaður af einhverju sem að vissulega mun koma til með að vera betra því að það er náttúrulega þegar að fólk fyrir að skerða tjáningafrelsi eða ef við yfirfærum þetta kannski bara yfir að gervigreindina ef einhver fyrir að setja gervigreindina skorður þá það ekki spurningin sko hver skorðurinn heldur hver gerir það Nei, en sko samt höfum eitt í huga og þú veist þegar annars að segja ok, hvernig viljum við nálgast þetta og málfrelsi versus það að sé einhvers konar einhver sem ákveður eitthvað og sami gervigreindina frjáls gervigreindi eða það er reglverk sem að stýri því það sem samt alltaf undir niðri og það til bara í kerfisfræðum að þá til stöðukerfi og óstöðukerfi og veist, hvort sig af þessu og ég bara tala fræðilega veist, bara út frá bara verkfræðilegri hugsun að veist, það ekkert sem segir að öll kerfi eða öll svona kerfi við erum að tala saman eða kerfi gervigreindin að þau munu að sjálfsögðu ef við gefum alveg fullkomlega frjáls að þau munu leiða bara til góðu sem munu jafna sig þannig að ég bara segja það er alltaf og ég hef enga lausn á þessu vandamáli það er alltaf hægt til staðar að gervigreindinni ef við bara hleypum alveg lausi og bara pælum ekkert í þessu leifum öllum gera hvað sem við vitum ekki, það geti enda illa ég veit það ekki, ég trúi það ekki en ég bara segja það er möguleiki fyrir því og sama með ef við segjum og þetta er sko áskorun í dag með málfrelsi og ég er mjög mikil talsmaður málfrelsi ég bara og mér finnst vont að heyra að það fólk að búa til að sko útvíka hvað hatursorðræði og reyna að búa til einhverja nýja skilgreiningar endur skilgreina hugtök sem löngu búið að skilgreina og nota sér í hag mér finnst það slæm þróun en nú er það bara fræðilega það geti vel verið að leyfa þessi bara að fara alveg þess að sko maður fyrir nú Twitter og það hérna maður sér alls konar vitleysi og maður er alveg bara, wow, þetta er tómt tjara mikið að þessu sko og fólk, og svo postar einhverju út af því við erum núna svo rosalega vel tengd og einhver postar einhverju vitleysi sem að fólk tengi við og það er endurposta og allt í komum og það allt í komur einhverju sko Benjamin Franklin, það voru kannski nokkuð þúsund mann sem lási blaðið hans og svo bara dóðu þetta og það var bara búið þarna getur sko á 5 mínútur getur sko nokkur milljón manns eða 10 milljón manns eru búin að fá einhver rangkomandi í hausinu á sér þannig að ég bara segja, ég held að við vitum ekki alveg og þetta það sem við stöndum framfyrir sko. Ég held að við munum bara finna ég held að það munum svolítið leysast sjálft sko að einmitt út af því að við vorum að tala hérna upphafi tækninýjungar sem við vissum ekki einu sinni að við þyrftum en gerum okkur grein fyrir að við þyrftum að ég held að einmitt ef að sko Evrópulöggjöfin hefði verið í Bandaríkjunum á þessum tíma á þessum miklu uppvaksta skeiði sem að þú upplifir hafandi verðandi í hérna Bandaríkjunum á þessum tíma það hefði aldrei átt sér stað ef við hefum verið á hverjum einasta stað út af því að þú lýsir einmitt þessu umhverfi það sem að sérstaklega á svona seinni tímabili því sem að þegar Apple og Google voru hann risastór að þá voru þau að keppast vörur þú varst þannig með ákveðna vöru og bara Apple og Google kepptist það og nú mann ekki hvað var Apple var það ekki sem var á undan að hérna kaupa vöru sem að þið voruð að þróa það var Siri, Siri og þá letu þið Google vita svona á ykkar máta þið getur ekki verið að tala vöruna og þá allt í hennu fóru ákveð kapphlaup á stað og þetta náttúrulega, ég hef nú fjallað samkeppnaður, þetta er samkeppni það er að segja að fólk að vinna saman að því að bæta vöru vissulega verður einhver undir en neytandi verður alltaf sá sem að græðir á því og hérna, ég held að það sé sama svolítið með þetta mun einhvern veginn, við vitum ekki hvaða lausn verður við þessu en ég held að verði ekki ríkisvaldið að setja okkur skorður. Þetta bara sammála. Ég er sko harður talsmaður málfrelsis og ég held að þetta sé hérna, og þetta er hættuleg þróun ef við viljum einhvern veginn fara að missa tökin á því og fara einhvern veginn endurskilgreina það sem eitthvað hugtak að það er ekki lengur raunverulegt málfrelsi heldur eitthvað allt annað. Ég er ekki hrifinn af þeirri mynd og ég sé það alveg en ég er bara að segja að
við erum á tímum þar sem að þróun er rosalega hröð og það er rosalega mikið og ég trúi að tækni til að hjálpa okkur með að sko vinna með þess að vilja tækni fá að þróast frjáls áfram til að við getum notað hana til að tæklast á við áskorunar. Það er einanlegist að takast á við áskorunar sem eru núna hraðar í stórum heimi sem vel tengdur allt þetta. Ég bara segja, ég trú ekki á sko, maður forast alltaf svona öfga, kannski ég orðað þannig. Nei, ég alveg samanlega og líka bara át af því að sko það sem svo mikilvægt og sérstaklega þegar maður kynir svolítið vel í þessari bók að en maður hefur svolítið hugfast að ég elska John von Neumann og ég elska að hugsa út frá svona leikihagfræðilegum forsendum að sko flest af þeim verkanum sem að þú tókst þátt í urðu svo sko þáttur í því að afleitar afleiðingar þess var að eitthvað annað var til annar staðar og svona verður þetta sko tvístrast þetta út þannig að sko oftast ef við erum að setja skorður á eitthvað ákveðið mál að þá líður okkur eins og við séum að ná einhverjum árangri en við gerum okkur ekki grein fyrir því sem að gerðist ekki sem er langt mikilvægasti fórnarkostnaðin þó svo að við ræðum að sjaldnast og við vissum ekki að vegna þess að þetta eru fræ sem urðar á blómum það er alltaf hættan það er það sem að gerist að þú drepi fræin og það er alltaf lengi svo bara fræ en þú fær aldrei að sjá blómin sem að hefði orðið til. Já, akkurat. Þá langar maður að spyrja þig sko, ég nefndi við í byrjun líka aðeins að var að gefa einhverjum ráðleggingar, við fara aðeins aftur í það, einhver ungur sem er að hlusta á þetta. Sko, þú talar að þú kemur aftur til Íslands til þess að börnin myndi ganga menntavegin allavega stóran hluta og svona sérstaklega eftir menntaskóla á Íslandi. Talar það að þú hefur fengið sannfært rektor menntaskólas við Reykjavík að taka við dóttuðinni. Hérna, ef einhver er að fara að ganga menntavegin, segjum svo að hann sé kannski íhuga að fara í háskóla myndirðu ráðleggja honum að fara í tölvunarfræði, myndirðu ráðleggja honum að reyna að uppgöta þetta svolítið sjálfur, hvernig myndirðu ráðleggja honum segjum hann að fara í verkfræði, segjum hann að fara í tölvunarfræði hvað er skynsamlegast að gera ef maður vill verða Guðmundur Hafsteinsson hennar leikslokum ég vil ekki að segja einhverja ákveðna menntabraut, ég held að það er margt gagnlegt að fara í einhvers konar háskólanám ekki endilega sem sko, ég ætla að læra þetta fag, ég lærði rafmagns- og tölvuverkfræði og lærði þetta heilmikið tölvur á því sem ég hafði mikið áhuga á en ég lærði líka bara heilmikið hvernig á að augu vinnubrögð og hvernig á að nálgast að leysa vandamál og það er held ég sem að skólinn af frekan, það er miklu meira sem að maður svo nýti sér setna heldur en tækni sem að læra í dag í háskólanum, hún er úrelt þetta 2 ár sko. Þannig að það er ekki, þetta er meira tilenga sér það að geta lært nýja hluti og lært aðferðafræðina eitt sem að sérstaklega einhver áhuga að fara inn á tölvusviði það sem ég hugsa oft aftur þegar ég var yngri ef ég hefði verið ungur með iPhone og það er App Store og ég get bara búið til eitthvað forrit og gefið það út ég væri bara í himnaríki sko. ég hugsa oft það hvað maður var sko hamlaður þessum tíma og svo horfi ég á fólk sem er núna að fara að stíga þessa braut og það sem að sko þetta er ekki spurning við farið námið ekki, það er alveg mikilvæg spurning en meira sko hefur áhuga á þessu ef þú er áhuga á þessu, farðu smíðað eitthvað, gerð eitthvað, það er ekkert mál í dag það er ekkert mál að setjast niður og bara ef þú er áhuga á tölvum úr rauninni það miklu meira sem að myndum vera sko, meta þá hvort einhver sé raunverulega að fara einhvern svona farveg eða fara þessa leið er meira sko ef einhver er í námi tengt þessu eða að stunda þetta og er ekki að er bara að gera akkurat það sem námi segir til og ekkert með bara það sem er sagt til og bara öðru leiti bara snertir þetta ekki það er svolítið svona varhugavert, hefur raunverulega áhuga sem vildur virkilega fara í þetta eða var þetta bara eitthvað sem að þú ákvaðst vegna að það hljómaði rétta til að gera þannig að sko eyða tími að bara vera alltaf forvitin, alltaf kynna sér hluti og skoða, ég er ennþá í dag ég er inn á einhverju vefsíðu að fæða tölvupóstum einhver nýja tækni og ég allt í dottin í það að fyrkt í þessu einhvern nýlegan sunnudag þá fekk ég tölvupóstum að replit með einhvern AI agent sem gætt forrita fyrir mann eitthvað svona early access og ég fekk aðgang ég bara allt í bara sunnudagurinn horfi hjá mér sko. Það er þetta þú getur ekki farið inn henni heim nema þú sért sko heillar á honum og kannski verður maður ekki heillar nema maður rauninni stíja hans inn í hann og reyna ekki og gerir efforti til þess en ég held að það sé sko
þetta á að vera spennandi, þetta á að vera gaman, þetta á að vera eitthvað sem að maður þetta finnur sér sett í nammibúð allan daginn og það er ómikið nammi og þú veist ekki hvaða mól átt að borða sko, þannig að það fyrir bara illt í magan og ef að það ekki til staðar og þetta kannski ekki endilega eitthvað sem allir geta framkvæmt, ég ekki á því að allir eigi að fara þessa braut og allir eigi að fara í tækninám það fullt öðrum hluti sem mjög mikilvægt í þjóðfélaginu, þetta bara eitt þáttur en ég held bara fyrir og við erum átt kannski við allt í lífinu en það ef maður ekki með lítinn eld í maganu fyrir þessu sem að keyrir maður áfram þá ólíklegt að maður þá verður þetta bara enn eitt starfið ég veit ekki, enn eitt hluturinn sem að kannski ekki sérstaklega heillandi sko. Hérna, maður langar að ljúka þessu sko, ég veit ekki hvort þú viljið svara þessa spurningu þannig að það bara sleppur því hérna, en út af því að vorum að tala um aðan og sko, þetta eiginlega spurning sem mig langar rosalega mikið að fá svarið við hérna, eins og segi, það augljóst að hérna, mikið af þessu var tókað upp úr þér og hérna sem að samt sko, og ég meina þetta sem hrós sko, eins og ég segi þér finnst þú ekki sérstaklega svona merkilegur en þetta mjög merkileg bók en hérna sko, þú talar hérna í lokin í sambandi við svona það sem að ég myndi telja að vera ákveðin svona vinnu-alkohólismi sem að ég held að margir hafi og svona tengsl við fjölskyldulíf ef þú ættir svona ráðleggja einhverjum sem að vinna ótrúlega mikið og í rauninni og það mikið að kannski hefur áhrif á fjölskyldulífið hvaða ráðleggingar myndirðu veita honum? Oh boy Þú getur sagt, ég sagði það við nei og ég ætla nú bara að byrja að segja ég kannski ekki besti maður til að gefa ráðleggingar á þessu sviði, ég veit það ekki þetta rosalega erfið spurning og bæði út af því ég ekkert sem að mín ráð sé bestu ráðin eða þess virði að hlusta á en líka ég held bara að aðstæður fólks eru svo rosalega misjafnar að það voðalega að gefa eitthvað eitt sem að passa við alla ég held sko svona, ef maður hugsar fjölskyldulífið og þetta og við Íslendingar eins og sagði, við pælum mikið í þessu, balans á milli frítíma, fjölskyldtíma, börnin, vinnan, allt þetta, fjölskyldan og svo framvegis, að allavega, nú ég meira að horfa sem ég sé aðra frekar en að horfa sjálf á mig, við erum búin að hugsa mikið um þetta fara í gegnum ýmislegt í gegnum ævina, að sko, ég held að það sem að oft skortir bara að ræða þessa hluti. Vegna þess að sko oft heldur maður að það sé eitthvað ákveð svar sem að þjóðfélagslega svona maður einhvern veginn tekið til sín frá þjóðfélaginu að það sé rétta svarið þú átt að vinna mikið eða þú átt að vinna lítið eða þú átt að gera svona þú átt að vera börnunum eða þú átt að sinna þessu og maður einhvern veginn oft tóast þetta einhvern veginn á og maður lendir eitthvað svona klemmu en ég held að hver einstaklingur með sínum samferðamanni og konu og börnum og hvað sem það hvað fjölskylduminstur sem það að aðalega sem í því mengi að tala þessa hluti þetta hljómar kjánalega en það bara ég hugsa ofta sko að fara ruslið sem svona típiska einföldun á því að af hverju hjón rífast að það rifrildi hver að fara með rusli sko. Og þetta bara dæmi eitthvað sem að annarkvort finnur í taktin en það langt best líka bara að tala alla þessu hluti getum við rætt hvernig við ætlum að vera saman í þessu og finna bara út úr hvar núningspunktinu eru og reyna einhvern veginn að haga þannig að allir séu sáttir og ekki vera, ég kem frá bakgrunna sem að vinnan gauga mannin, það bara minn bakgrunnur og mín fjölskylda og það er engin skömmu við því að vinna mikið og það var talið vera eitthvað svona sem var gott en mér var svo óþælt að tala það mér finnst óþælt að viðurkenna það og einhvern veginn eiga þetta að segja þetta bara það sem ég vil og mér skaman að vinna líka og þá eitthvað sem að geta tala það bara opinskátt í þessi samhengi og þannig finnar henni leiði til að láta hlutina ganga upp. Já. Þetta eru bara frábær loka orð. Hérna, ég mun nú setja líka hérna Gummi, þetta
og ég er ekki bara að segja þetta, ég er ekki að segja þetta eitthvað til að þetta er ekki bara plugg þó þetta sé plugg mér líkar í alvörunni við þessa bók sérstaklega sko ef þetta er fólk ef við erum með einhver lítinn snilling á heimilinu þá er þetta mjög gott faraterski í sambandi við svona hvað maður getur lært hvaða mistök maður á að forðast það er svona alls konar í þessu ef maður fílar ekki að fólk sé einhvern veginn rosalega mikið að tala sjálft sig eins og ég mun nefna svona 100 sinnum að þá er þetta bók sem að ég mæli eindreiði með, eins og ég segi, ég var stressað fyrir þetta viðtal þetta ég senda það því ég var búið með 15% af bókinni og ég hugsaði með mig bara ok, ég ætla að senda þetta því að hún byrjar vel og svo hugsaði ég bara shit maður, hvað ef hún er svo bara eitthvað og ég gerði þetta og svo upplýði ég þessa tilfinningar og eitthvað þannig sem ég fíla ekki persónulega þá var ég stressaður sko ef við þyrftum það hefði orðið allt öðruvísi svo ég fá að sletta atmosfíri ef ég hefði byrjað vel en Guðmundur Hafsteinsson frumkvöðl á hinum ýmsu sviðum þú ert í stjórni á Icelandair núna stjórnarformaður það er skemmtilegt það er mjög skemmtilegt, bara alveg frábært bjarti tímar hjá Icelandair þetta er þetta erfiðu bransi almennt alltaf verið það og gengja ýmsu en við erum á góðri vegferð núna og erum að bara alltaf að styrkja félagið sem er bara mjög spennandi og þetta er bara verið gaman að koma inn sem sko eitthvað tæknimaður og ég kem einhvern veginn úr allt sviði en eftir sem ég er búin að kynnast félaginu betur og kynnast þessum iðnað þá er ég bara heillar af þessu og maður er komið núna vel inn í þetta og þekkir þetta allt mjög vel og vinn mjög vel með stjórninni og stjórnundum og bara virkilega dýnamískur áhugaður í geiri sko. Miklu meiri heldur en bjóst við sko. Og það er bara búið að virkilega gaman að vinna þetta Akkurat Gummi, takk aðeinslega fyrir að koma og þá getur næst Takk sem leis